Aðfangadagur jóla. Það kominn 24. desember. Aðal dagurinn okkar hérna upp á Íslandi. Búið mjög gaman að þessu. Spurning, hvað Chili Claus færir okkur í dag? Hann ég held að hann sé ekki að fara með meltinguna hjá honum á þessum degi. En, það aldrei að vita. Tjekkum á hvað leynist að baki glugga 24 og síðan kannski áður en ég opna hann og þetta segir ykkur eitt. Það þetta gluggi 31. Og þó að í dag sé síðasti formlegi dagatalsdagurinn, þá held ég að við bætum við einu innslagi á gamlársdag. Eins og því fyrra. Herri, kíkjum á þetta. 24. Það býst alltaf við bara svona englasöng, einhvern ljóma. Herri, við erum með einhverjar alvöru kúlur. Sjáu þið. Grófar kúlur á aðfangadag. Haha, þessar gæti orðið svolítið grafíklega sko. Já, þá gæti sparka veltingur í gang á aðfangadag. Heyrðu, ok. Látum vaða. Ákveða. Þá ekki hvað var, hvað annan kóð eða fullgang. Ég bjóð hvað við fyrir. Ég bjóst ekki við þessu í dag. Hvað með sér? Þessu veitna. Vá, þetta kúlur sem ætti að vera hauskúpar. Ég veit ekki, kannski að því ég var ekki undirbúinn fyrir svo sterkt í dag. Það kannski þess vegna sjokkið svo mikið. Ég veit að þetta bara svona stundar pása að drekka eitthvað. Við séum svo mikið í mununum undir tungunni. Chili Claus, prakkarinn minn. Með sko þessi var bara römm, hún var vond. Þessu bjóst ég ekki við. Já, þessu ekki að venjast. Venjulega get ég alveg bara svona höndla þetta. Ég er bara miklu sterkari hluti. Það var eitthvað núna sem sagði bara, þú verður að milda þetta. Neðurhæsli. Kíkjum á hvað kertasníkir fara. Holy smokes. Heyrðu, það aftur Smáris volcano sauce og nú það Katla. Fór okkur stærra eldfjall og rauðari sósa. Ég þá aðeins að jafna með þessu áður en ég smakka Kötlu. Ég held að ég verð að gera henni almennileg skil. Ég finn ekkert bragð á meðan að ég svona sé ykkur til 5. Vá. Þetta var hauskúpanum mínum það. Þetta var rosa sterkt. Og bara, ég komin í allar remedíunar.
Kannski er þetta bara dagsformið. Kannski er þetta bara dagsformið, en ég held að þetta hafi verið hausgúpan. Ég er komin í öll bjargræðin. Ég bara, mér sveið illa svona óþægilega í munnin, sko. Þetta er þann gaman. Það finnst svona alveg spennuna, sko. Það er klárin ís. Og fá okkur sósu. Jæja. Við svíðum þetta rosalega í munnin. En svo opnaði þetta, kíkjum á Kötlu. Katla er náttúrulega miklu svartnara eldfjall heldur en Hekla. Þó Hekla sé nú ekkert lamb að leika sig við. Jú, þessi er sterkari. Carolina Reaper, takk fyrir. Habanero Cayenne. Hinar Habanero Cayenne. Þessi bæti við Reaper. Hún er fallega rauð. Þetta verður sundagur. Þessi lekur aðeins meira. Það er þykk og falleg. Svona, ekki svona chunky. Það er svona, mér finnst vera svona pínu reykt lykt af henni líka. Út í hvort það er misskilningur af mér. Jú, reykt paprika. Alls konar gúmmelaði. Og margt gott í þessu. Kúmen. Ok, smakkum. Ég er spenntur fyrir þessi. Ég trúi á þetta. Aftur kemur rektarbragðið vel í gegn. Sko, þessi sterk. Nú finn ég hitan aftur magnast upp í munum á mér. En ólíkt kúlinu á hann sem var bara vond. Það var þetta góður hiti. Það er ótrúlega hvað er svona, hvað farast að bylgja af svona einhverjum svona handverkssósum. Hérna. Og svo er ljómandi góður. Já, það er þetta reyktabragð sem er bæði af þessari og það eru ólíkar. Hekla og Katla. Það er báðar með þessum reykta keim sem að mér finnst alveg æðislegur. Þetta er svona viðar reykt svona eitthvað, ég veit ekki, hickory svona reykjar stemning. Svakalega gott. Hjartanlega mæli með þessari sömuleiðis. Þetta var aðfangadag jóla. Aðfangadagskvöld í kvöld og hérna upp á Íslandi er það nú bara aðalhátíðin okkar. Í vestur heimi þá fagnar menn í fyrramálið. Ég segi bara gleðileg jól. Kæra þakkir fyrir samfylgdina gegnum mánuðinn. Við sjáumst aftur á gamlársdag þar sem við klárum til í klásinn. Og svo sjálfsögðu gerum við eitthvað skemmtilegt á nýju ári. Gleðileg hátíð. Sjáumst á gamlársdag.